Já, og næsta þessu hvítabirnir hafa undanfarnar aldir áttu tvöfalt líf með íslensku þjóðinni. Þetta má meðal annars lesa í aðfarar orðum nýrar og veglegrar bókar Hvítabirnir á Íslandi sem nýkomin út. Rósa Rut Þórisdóttir höfundur þessarar bóka. Þarna vísað í skráðar heimildir og þær eru vissilega til komu bjarnanna á land, en það eru líka til ógrynni þjóðsagna dýrin og viðureign manna við þau. Bókaútgáfan Hólar gefa þessa bók út og Rósa setti bókina saman í minningu föður síns, Þóris Haraldssonar, sem var líffræðikennari við MA og lést árið 2014. Þórir safnaði lengi að sér heimildum komur hvítabjarna. Rósa Rut búsett erlendis og Helgi Magnússon var þó sá sem að ritstýrði bókinni með henni og sagnfræðingur og sestur hér. Velkomin. Þakka þér fyrir. Björnin hefur í gegnum aldirnar siglt hingað á hafísnum að norðan. Hvað vitum við komu hvítabjarnanna til Íslands? Já, það má nú segja við það sé allt frá landnámsöld. Þeirra fyrst getið í Vestalasögu. Ingimundur gamli, landnámsmaður í Húnaþingi. Hann fór á stjá vetrartíma og út á ísilagt vatn sem þar í Húnavatnssýslu. Já, og nafnið væntanlega dregið af. Og fann þar birni með 2 húna. Já. Og þar kom nafnið Húnavatn og síðan Húnavatnssýsla út frá því. Já. Það það fyrsta sem við vitum sem að hvítabjarni geti hér í sögunni. Já, svo það eru til heilmargar heimildir, en ég las í þessari bók að svona aldamótin 1600. Þá fer sögunum og frásögnum að fjölga, ekki satt? Já, þeim fer að fjölga, kannski af því að þá eru svona rituðum heimildum fjölgar og prentaða bækur náttúrulega fara að sjást hér á landi og svo annar staðar. Þannig að það trúlega ástæðan fyrir því að þá förum við að vita meira. Já. En þeir eru reynda getið alveg frá landnámi og niður eftir öldum og getið í annálum. Hver svona þekktasta viðureign manns við hvítabjörn á Íslandi? Þekktasta frásögnin? Eða þekktustu? Þekktustu? Já, það nú að mörg að taka, sannarlega. Ef við förum aftur til sögualdar, og sennilega það er ekki víst að það sé rétt eða satt, en það er sagan af Auðni Vestfirska og hvítabirninum sem hann fór með til Norðurlanda og gaf Sveini Danakonungi. Það er svona þekktasta saga frá þeim tíma. Gerum ekki endilega ráð fyrir því að hún sé sönn. Nei, en það hafa náttúrulega mörg dýr verið felld í gegnum aldirnar. Já, mikil ósköp. Og hafa birnirnir drepið menn? Já, það hafa þeir gert reyndar. Já, það má segja að þeir komið fram á tvennan hátt í íslenskri sögu. Það er annars vegar í annálum. þar sem eru mjög stuttar frásagnir það að ísbjörn sem við tölum stundum en frekar hvítabirni að þeir koma á land og drápu menn og voru drepnir en síðan náttúrulega þjóðtrúin og þjóðsagnir. Það kannski það sem svo skemmtilegt við þetta, það svona þáttur bjarndýranna í þjóðlífi Íslendinga. Já. Og þessar þjóðsögur, þú veist að hvítabjörninn væri maður í álögum og svoleiðis. Þær eru kannski svona þessar helstu? Það eru nú ýmsar sögur til að því. Og það er þetta sérstaka trú það að hvítabjörnir séu menn í álögum. Þeir geta meira að segja komist út úr þeim álögum. En þó því aðeins að þeir verða að svelta sig 30 dag og 30 nætur. Og það annars verður þeir breytast í hvítabjörn og nýjanleik. Ef að ekki maður næstatur til að taka haminn og brennan. Það verður að vera þannig. Og þá verða þeir afagrimmir á eftir. Og þetta á sér, það sannleikskorn í þessu, vegna þess að
birnin leggjast auðvitað í hýði, eins og alkunnugt og eru mjög svangir þegar þeir koma út úr hýðinu. Þannig þetta sannleikskorn í. Já. Og það nú kannski stundum í þessum með þjóðsögum? Já, það nú mjög oft þannig að það er... Þetta ekki gripur alveg úr lausu lofti? Nei, alls ekki. Það er mjög oft sanninda bak við þjóðsögurnar. Mjög merkileg, raunar. Já, og hjátrú? Hvers konar hjátrú hefur komið upp? Það nú ýmislegt það sem meira sem má segja hérna í þjóðtrú almennt. Það til dæmis þetta að þeir hlífi þeim sem eru hérna skýrðir í höfuðið að þeim, heita Björn eða Bessi eða Bjarni. Það gerir það og það sé nóg að sögur það að það nóg að nefna nafnið, þegar maður nefnir nafnið sitt heitir þetta, þá hérna leyfir honum að fara. Já. Það svona hjátrú og kannski líka að maður heitir Birna. Já, sannarlega. Það sama sagan. Það rétt að vona það. Já. Það gegnir sama hérna, sama það. En sko, já. Og svo líka merkilegt þetta að það sé ógæfumerki ef menn ráðast á Björn sem þegar særður bánasari og drepan og líka ef hann gerir engum neitt, ef hann ræðst ekki á menn eða skepnur, þá er það boðar ógæfu að drepa hann þegar þannig er ástatt. Já, akkurat. Og sögur það, menn hafa farist En eru til sögur það að því að nú hafa menn náttúrulega óttast hvíta björninn? Jú. En eru til þá sögur það að menn hafi vingast við hann? Fyrir utan þá, kannski þá sem heita Björn og Birna? Já, það nú aðeins til. Það sérna gömul saga það að Björn settist upp hjá ekkju, fátækri ekkju, barnmargri ekkju og sem sagt hún tók við honum og hérna þetta var reynda Birna sem þarna var að ræða með húna, settist að hjá konunni og hún veitti sem sagt, hún kom veitti í matinn og hérna og konan hélt lífi skildi yfir þessari fjölskyldu þangað til að hún var tilbúin að hverfa á burt. Já, þarna var Björninn góður. Þarna var Björninn góður og gott samkomulag með þessum tveimur ekkjum, má segja. En hvenær eitthvað tímabil þar sem að þeir komu sem tíðast á landið? Já, það má nú nefna sérstaklega 19. öldina auðvitað. Þá komu mjög margir. Það voru líka miklar heimildir því þá var náttúrulega farið að þá voru farin að koma blöð meira að segja og þó nokkuð mörg blöð. Þannig þetta voru bara mjög reglulega fréttir? Já, þetta voru reglulega fréttir sérstaklega þegar að fór að líða á 19. öldina. Þá var það En nú höfum við nóg af blöðum en færri bjarndýr. Það rétt, þeim voru fækkað, það til muna. Já, ég ætla að nefna til dæmis veturinn 1880 til 81. Þá komu 63 bjarndýr. 63? 63, já, hvorki meirinni minna. Og þau koma náttúrulega á Norðurlandið? Já, Norðurlandið og Austurlandið. Austurlandið, já, líka. Og meira að segja, já, og niður eftir austur og jafnvel suðurströndinni, koma í Skaftafellssýslur. Þannig að það mikið af þeim að stjái. Óskaplega mikið, en þetta hlýtur að hafa verið samt eitthvað sem að gagnast fólki, feldurinn og kjötið og svoleiðis. Jú, reyndar, það var nú í gegnum aldinnar, þannig. Er það ekki? Jú. Og allt nýtt kannski meira og minna af? Já, feldinir voru hérna þóttu gersemar og að vísu var ságallega á að
að svona tiltölulega fljótlega þá gaf Danakonungur út á tilskipun að hann ætti alla Bjarndísveldi, þannig að það varð að skila þeim til hans. Jaha. Þannig að það var kannski þegar að fór að líða á aldinnar, þá var það þannig. En Bjarndísveldir þóttu vissulega metfé alla tíð. Við erum komin óralangt frá þessum tíma sem þú varst hér að tala um. Já. Ísbjörnin fyrir gjöðu, hvítabjörnin. Já. Nú er hann glaðbeittur björn í Coca-Cola. Já, nú hefur Coca-Cola-björnin. Betur skipt hann. Já, hvernig gat þetta gerst? Já, í rauninni þekki ég það nú, þá sögur nú ekki. Þetta er lítilsætt krútlið turskudýr líka? Já, þetta er þannig. Já, ég veit það ekki af hverju þetta var svona. Það er nú kannski upptöksin í frænda hans skógabjörninum. Theodore Roosevelt var forseti Bandaríkjanna í byrjun 20. aldar og hann eignaðist svona skógabjörnar unga. Og Theodore Roosevelt var mjög þekktur maður, svona mjög afskaplega fjölmiðlavænn og þar náttúrulega var björnin það líka og svo bara færist þetta nú yfir á hvítabjörnin líka. Já. Held ég. Þetta var teddybér. Teddybér. Já, það var þessi brúni svona tuskudýr. Já, hann var það og það var skýrður eftir Theodore eða Teddy, sem hann gerði nafnið hans. Þannig verður teddybér til. Þú heldur þetta hafi yfirfærst yfir á hvítabjörnin? Svona á þess að það var nokkuð velti fyrir mér eða skoða það. Þá hef ég trúað því. Já, nema að sé þessi þörf hjá okkur að komast í nálægð við þetta magnaða dýr. Það er svo einstakt. Getur náttúrulega alltaf verið, já. Já, eiga hlutdeild í því kannski. Jú, þetta er að vísu með þessa leikvangabjörni og þessi saga skógabjörnin og allt það. Hún er náttúrulega aðkominn, en menn taka við henni tveim höndum hér, vissulega. Já. Og það er alveg rétt, þetta er bara þáttur þessari dulúð sem eru alltaf umlukið þetta dýr. Alveg frá fyrstu tíð eins og sögurnar og þjóðsögurnar hann segja okkur. Já, sanni segja. En þetta er sem sé bókin sem að Rósa Rut Þórðardóttir hefur tekið saman og Rósa Rut er í vísindafélagi við stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri og er doktor í mannfræði. Hún er sérhæfð í greiningu mannfræðilegra heimildamynda með norðurslóðir sem aðalsvið. En Helgi Magnússon, hann ritstýrir þessari bók ásamt henni og er sagfræðingur og ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað.